Að því ég er að fara yfir kannski efni sem ég veit að margir þekkja einhverju leyti og það er kannski svolítið að því að 5 mínútum áður en ég labbaði út heima að þá sagði ég konu minni hvað ég ætla að tala um og það kom skrítinn svipur. En það skiptir ekki máli. Þetta er mikilvægt málefni og þó kannski það sem ég óttast helst er að þetta verði eitthvað þurrt hjá mér. Ég hef mikið velt fyrir mig trúboði og þetta er kannski bara því að ég hugsa öðru sem kona mín. Fyrir mér þá, það er einhvern veginn, ég er svolítið mikið, ég þarf alltaf að fá sannir fyrir öllu og saman við trúna þá átti ég erfitt með að taka, eða svona fyrst þegar ég kynntist Jesú, að þá voru það svona tilfinningar sem letu mig og ég hugsaði svona að ég held taki bara á móti Jesú. Þetta er svona, ég fann eitthvað, en svo þegar ég sá svona staðreyndir, þá hugsaði ég bara, vá, þetta er ekki bara tilfinningar. En fyrir konuna mína þá nægir einhvern veginn, ég held að þetta sé svona mismunandi tegundir af fólki. Sumir eru svolítið svona í staðreyndunum og hinn svona í tilfinningunum og það er svona, en ég komin út úr þessum formála hjá mér að ég ætla nú að halda áfram með þetta. Ég hef búin að vera að hugsa alla lóðgjörnina hvort ég ætti kannski bara að breyti svo í vitnisburðarstund í einhverju svona stresskasti, en ég held að þetta sé samt mikilvægt, þetta málefni, að þetta er spurningin sem ég ætla að svara, af hverju Jesús? Og ég hugsaði þetta út frá sjálfum mér, ég þarf svolítið fyrir sjálfum mig að vita af hverju trúi ég á Jesú. Og þó ég hef gengið með Jesú núna í frá 2003, 8 ár, þá kom alltaf svona tímar þar sem ég kem aftur á svona stað og ég fór að hugsa af hverju trúi ég því sem ég trúi. Og ég svona fer tilbaka og skoða hvað, og ég hef reyndar oft komast að því að kannski ég verið að trúa eitthvað að því að mér var bara sagt það, en þá kem ég svona aftur á einhvern stað, ég byrja upp á nýtt og fer að skoða af hverju trúi ég því sem ég trúi. Og það er svona, þetta kemur alltaf annars staði hjá mér og þetta sem ég ætla að fara að tala um, það hefur nýst mér bæði við það og þegar ég segja öðrum frá trúnni. Og það er svona, finnst mér finnst efni alveg rosalega spennandi. Ég vona að einhverjum finnst það ekki ógeðslega leiðilegt, en þetta er samt þetta er spennandi. Amen. Af hverju Jesús? Þetta er rosalega stór spurning. Af hverju Jesús? Út allan heim, flestir í heiminum hafa heyrt eitthvað af Jesú og mörg trúarbrögð og svo Íslam að þau trú á Jesú á sinn hátt, trú að Jesús sé spámaður Guðs og bara alls konar trúarbrögð og fullt af fólki hefur eitthvað skoðanir á Jesú, en spurningin þetta hver Jesús er bara svo stór spurning að því ef að þessi klassíska kristna trú er rétt, þá hefur hún svo svakaleg áhrif. Ekki bara á þetta líf, heldur á eftirlífið, eftir dauðan. Og þessi, eins og ég segi, þetta er svona meira kannski trúvarnaræða hjá mér, heldur en beint predikun, en það er út frá þessu versi, og margir sem að tileinka lífi sínum bara þessu svona trúvörn, en út frá þessu versi, en helgi Krist sem drottinn í hjörtum yðar, verið ætíð reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. En gjörið það með hógværð og virðingu og hafið góða samvisku til þess að þeir sem lasta góða hegðun yðar sem kristinna manna verði sér til skammar í því sem þeir mæla gegn yður. Og það mikilvægt þetta er að vera ætíð reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Þetta komum við að geta alltaf eitthvað spyr af hverju trúir Jesú og af hverju þessum klassíska kristna skilningi af hverju trúir að Jesús hafi dáið fyrir þína syndir og að þú eignist eilíft líf fyrir það. Þannig að það er það sem ég ætla að reyna að svara. Alltaf ef það kemur upp sakamál eða hvað sem það sem það er að rannsaka eitthvað, að þá er það fyrsta sem fólk spyr, voru eitthvað vitni á staðnum?
og ég ætla svona að skoða þetta aðeins út frá þeim pælingum. Já, og svo að því að, já, eins og ég segi, ef það er eitthvað sakamál, þá þarf vitni, einhver sem sá atburðinn og til sem að trúi. Og í Biblíunni, þá eru 4 guðspjöll sem að fjalla Jesú, sagan af hver Jesús var og hvernig hann lifði. Og það eru sem sagt Matteus, Markus, Lúkas og Jóhannes. Matteus og Jóhannes voru lærisveinar Jesú. Þannig að þeir eltu Jesú hvert sem hann fór og sá allt sem hann gerði. Markus, hann var samstarfsmaður Péturs. Þessi guði. Ég er svolítið ennþá að velta fyrir mig hvort ég sé að gera eitthvað vitleysu hérna. Amen. Amen. Ok, Markus, hann var samstarfsmaður Péturs sem boðaði fagnaðarerindið með honum og Pétur boðaði Markus fagnaðarerindið. Lúkas, sem skrifaði Lúkas guðspjall, hann var læknir sem starfaði með Páli postula og það er svolítið skemmtilegt þegar maður skoðar Lúkas guðspjall. Hann, svona hvernig hann skrifar guðspjallið, hann skrifar svolítið eins og læknir. Hann svona tekur eftir smáatriðum og svona skemmtilegt að fylgjast með því ef maður skoðar Lúkas guðspjall að hvernig það er byggt upp, það er svona öðruvísi heldur en hinn guðspjöllin. Og svo ég haldi áfram með þetta, að guðspjöllin, það eru bara rauninni 4 útgáfur af ævisögu Jesú. Það er fjallað og svona frá sikkoru sjónarhorninu. Það er og það er fjallað bara, eða nánast bara árin sem að Jesús starfaði á jörðinni, það var að þjóna til fólksins. Og náttúrulega að því að þetta voru sjónarvottar, þeir náttúrulega sáu ekkert unglingsárin eða eitthvað svoleiðis. Jesús var ekkert mikið að starfa þá, en þeir sáu þessi ár og það sýnir manni svolítið að þú veist, það var ekkert verið að búa til þessar sögur. Þeir bara skrifuðu það sem þeir sáu og skrifuðu nákvæmlega niður það sem Jesús sagði og gerði. Og svo ég fara aðeins út fyrir Biblíuna, að þá er Papías kirkjufaðir sem að fæddist fyrir 70 eftir Krist og dó árið 155. Hann var lærisveinn Jóhannesar postula og lærisveins Jesú. Þannig að þessi Jóhannes sem náttúrulega gekk með Jesú, hann þannig einhverjum árum seinna, hann kenndi svo þessum Papíasi. Og það sem ég er að sýna fram á er það að hann Papías og svona snemma í sögunni að þá voru þeir strax farnir að tala um það og vissu það alveg að það voru þessi 4 menn sem hefðu skrifað þessar ritningar. Þannig að ég bara staðfesti það fyrir okkur að þetta voru sjónarvottar Jesú og sjónarvottar að þessum atburðum. Og það sem að mér langar að sýna fram á er að sagan Jesú er ekki bara svona eitthvað sem einhverjum datt í hug. Þetta er ekki bara eitthvað svona, maður hefur oft heyrt að maður geti ekki trúað þessu, þetta er bara einhverjar ævintýrasögur frá Miðausturlöndum, eldgamlar, búið að skrifa þetta aftur og aftur og einhverjir keisarar og eitthvað hafa verið að breyta þessu. En þetta sýna fram á það að því að þetta er bara svona sagnfræðilega alveg staðfest. Jesús kom og hann dó og hann reis upp frá dauðum. Og ég ætla bara að sýna fram á það. Og Papías kirkjufaðir, hann talar um þetta, ég nefndi nú ekki að þýða allan þennan texta, en hann talar um það að Markúsar guðspjall, það er í rauninni bara verið að segja frá því sem að Pétur postuli sá og upplifði, af því að Pétur sagði Markúsi frá fagnaðarerindinu og svo fóru þeir saman. Pétur sagði Markúsi frá. Og þetta hefur Jóhannes postuli sagt svo Papíasi. Og við höldum áfram með Lúkasar guðspjallið að bara hvernig þetta virkaði,
að þetta var ekki bara einhver kall sem hafði heyrt eitthvað sögu og skrifaði hana niður, heldur, hérna sjáum við, hann skrifaði smá formúla í Lúkasarguðspjallið. Margir hafa tekið sér fyrir hendur að rekja sögu þeirra viðburða gerst hafa meðal okkar. Samkvæmt því sem þeir menn hafa flutt okkur frá öndverðu voru sjónarvottar og urðu þjónar orðsins. Nú hef ég athugað kostgæfulega allt þetta frá upphafi og réð því einnig af að rita samfellda sögu fyrir þig, göfugi Þeófílus, svo að þú megi ganga og skugga sannindi þeirra frásagna sem þú hefur fræðst Þess að Lúkas, þessi læknir, að hann hafði heyrt af þessum sögum út allt og hann fór og notaði þessar vísindalegu aðferðir, fór og ræddi við fólkið sem var að segja þessar sögur og hefur eflaust rætt við einhverja sem hafa læknast eða og einhverja sem sáu þessa atburði. Þannig að þetta maður, bara fræðingur sem fór þarna og rannsakaði þetta, hann tók saman þessar sögur og skrifaði fyrir þennan Þeófílus, skrifaði samfellda sögu, af því að eins og ég segi, þetta ekki bara einhver ævintýri sem að svona eitthvað ekkert marktækjandi á, þetta voru bara vísindamenn þess tíma, tóku þetta saman og vildi hafa þetta allt á hreinu, allt rétt. Og ef við förum svo í þarna bara smá upplýsingar þessi rit og byrjum á svona smá tölum að Jesús fæddist þarna rétt fyrir Krist, 7-4 árum telja vísindamenn, og dó eitthvað 30-33 og hann þjónaði þarna í 3 ár áður, þannig að hann hefur þjónað frá 27-30 eftir Krist. Og Markúsarguðspjall, sjáðu hann Jesús dó þarna 30 eftir Krist og Markúsarguðspjall, það var greinilega bara skrifað 60-75 eftir Krist. Þetta nokkrir áratugir og ég fjallaði það eftir að þetta virkar kannski eitthvað langt að skrifa söguna 20 árum seinna, en hérna býðum aðeins með það. Og Matteusarguðspjall, Lúkasarguðspjall voru skrifuð 60-85 eftir Krist og Jóhannesarguðspjall skrifað 65-95 eftir Krist. En þessar tölur sem að vísindamenn eru bara nokkuð samanlega þær sýna samt fram á það að Guðspjöllin voru skrifuð á meðan þessi sjónavottar voru ennþá á lífi og þá hafði fullt af fólki tækifæri til þess ef þau voru ósammála þessu, ef að sögurnar lækningar Jesú voru ekki sannar, þá hafði allir tækifæri til að segja nei, þetta bara vitleysa, en það gerir það enginn. Og svo þetta var skrifað eftir minni og hugsaum, ok, kannski 60 árum setna og verið að skrifa eitthvað sem að áttræður kall að skrifa það sem gerist þegar hann var 20, en málið að bæði var það að þetta eru mikilvægir og merkilegir atburðir. Ég veit það í mínu lífi að ég man rosalega vel eftir þeirra þó að það séu komið núna kannski ekki það langt síðan, en síðan dóttir mín fæddist, það eru 6 ár, að ég kannski man ekki eftir öllum smáatriðum fyrir 6 árum síðan, en ég man rosalega vel eftir daginn sem að hún fæddist. Og þið vitið þetta alveg í ykkar lífum að einhver svona merkilegir atburðir, við munum það vel. En svo eru fleira að á þessum tíma að þá voru bara algeng svona munnleg hefð að meira þess að eins og stendur þarna að rabbíarnir sem voru að læra ritningarnar, að þeir þurftu að læra og lærðu margir hverjir allt 5-bókarritið utan það, eða Tóruna, fyrstu 5 Mósebókarnar. Og það eru, í íslensku útgáfunni allavega er það 200 okkar blaðsíður sem að ég geti persónulega ekki munað. Kona mín kvartaði yfir því að því ég man aldrei ef ég fer út í búð og þar muna 5 hluti og þannig ég myndi ekki muna það. En þarna var þetta bara algengt og þetta var bara eitthvað svona og það reynda virkaði líka þannig að þegar var verið að segja þessar sögur að þá var þetta svona söfnuður fólk saman og ef ykkur saði eitthvað og hinnir heyrðu að það var vitleysa þá var það leiðrétt. Þannig að þó svo þeir hafi skrifað þetta aðeins seinna að þá er þetta ekki einhverju munnmælsögur og einhverju vitleysa í þessu, heldur þá voru þetta upprunalega, þetta voru áreiðanlegar heimildir, þetta voru sjónarvottar af þessu sem gerðist
og þeir skráðu þetta niður alveg og þetta var skoðað allt á vísindalega hátt og sumir segja þá en það eru mótsagnir í Nýja testamentinu og ég hef oft heyrt þetta og ef maður skoðar svona einhverjar bloggsíður eða eitthvað fjallað trúmál að það oft talað eitthvað svona, sagt það séu mótsagnir en svona ef maður skoðar málin, ég ætla nú ekki að fara nákvæmlega í mótsagninar en flestar mótsagninar eru þannig að það er bara auðvelt að annars svo einhvern tímann sá ég að í einu ritinu var sagt að það voru 2 blindir menn sem að Jesús læknaði en í hinu var bara talað einn en það þýðir ekki að það séu mótsagnir heldur bara nefndi eitt riti bara einn þó það hafi verið 2 en það er svona ýmis atriði sem að er einfalt að samræma og svo er reyndar líka einhverju þýðingarvillur sem að svona flækja mála aðeins en það segir okkur líka svolítið það að ef þetta væri þessi rit væri bara lygar að þá væri það aldrei þannig að það væri aldrei þannig að ef apóstolarnir hefðu þá komið sér saman að ljúga og passaði upp á þessar staðreyndir en svo eru aðrir sem segja þetta var skrifað fyrst þannig einhvern tímann 60 eftir Krist kannski og svo er búið að skrifa þetta aftur og aftur og aftur og búið að eiga við handritin en það passar ekki heldur það er alveg rétt að handrit sem hafa fundist af Nýja testamentinu að það er ekki upprunalega handritin en það sem er svolítið merkilegt er að það eru til alveg 5 og upp í 6.000 handrit af Nýja testamentinu og það merkilega er að það sama þó maður fari í einhverju, þetta er dreift allar heimsálfur, það sama hvort maður finnir handrit sem var í Asíu eða Evrópu eða eitthvað þar, að það er alltaf sami textinn. Þetta eru nokkrum tungumálum, dreift allt og sagnfræðingur getur sagt ykkur það, ef það er þannig, þetta er alltaf að sama, að þá er þetta ekki falsað. Af því að ef ykkur hefði ætlað að falsa öll þessi handrit, að það hefði bara verið mjög flókið að fara allan heim og kunna fullt af tungumálum og passa að ná öllum handritunum og svo er þetta líka merkilegt að það er hægt að setja saman Nýja testamentið bara úr tilvitnunum kirkjufeðranna að svona cirka 95–98% af Nýja testamentinu hægt að setja saman bara úr tilvitnum bara kalla sem voru að vitna í þessi rit þannig að er bara alveg pottþétt að þetta Nýja testamenti sem við höfum núna að það er eins og það var á þessum tíma og eins og stendur að sagnfræðilega betur staðfest að Jesús hafi verið til heldur en Júlíus Sesar það er nefnilega þá svona yfirleitt þá er alveg tekið mark á því að það eru til 5–10 handrit af einhverju en til dæmis söguna Júlíus Sesar, ég veit nú ekki hver mörg handrit af því en þarna eru 5–6.000 þannig að þetta er svona nokkuð safe hjá okkur svo eru líka heimildir utan biblíunar sem að fjalla Jesú til dæmis Jósefus sagnaritari gyðinga sem fjallar Jesú og það er reyndar sumir kaflar í ritum hans sem að hafa verið umdeildir en það er samt hluti af þessu sem allir eru sammála það sem er fjallað Jesú að Jesús hafi verið til og svo eru reyndar fleiri rit sem ég kannski ætla ekki að fjalla núna ég sé það ég reyndar svo sem vissi það er komið í 20 mínútur en ég á örugglega eftir að þurfa að taka þetta í 2 hollum en ég ætla samt að halda þess áfram en þá bara þeim sem drepleiðist ekki núna, þeir koma þá næst. En við vitum þá núna að þessi rit sem við höfum, að þau voru skrifað á sjónarvottum og þetta eru áreiðanlegar heimildir að þau voru skrifað á sjónarvottum og það eru ekki mótsagnir í þessum ritum. Það sem er sagt Jesú, að bara, þetta er bara allt sem að sjónarvottar sögðu og bara það er rosalega merkilegt
En hvað hefur það með okkur að gera? Og og af hverju, þú veist, sumir segja bara, já, Jesús, hann var kannski alveg til, hann var bara svona góður kennari og góður kall. En hvað þýðir þetta fyrir okkur? Ef við skoðum það sem að Jesús segir sjálfur í þessum ritum, sem við vitum núna eru bara staðfest, og er sagt Jesú, að fyrsta atriðið er hann talaði með valdi. Og þetta er einhver kall sem við vitum nú að var til og hann talaði með valdi og það var sem talaði það að hann talaði með valdi og fólk var hissa, hann talaði með valdi og það sem það þýðir er það að á þessum tíma voru rabbíar sem voru kennarar og alltaf þeir voru að kenna eitthvað þá segir þeir alltaf ég segi þetta í nafni þessa rabbía sem sagði þetta í nafni einhvers annars rabbía. Þau þurftu alltaf að vitni einhvern aðra settan. Það var eins og ég myndi segja alltaf með Sibbu, fostumann, að ég segi þetta í hennar nafni, af því að hún sagði þetta fyrst. Og hún segir það í nafni pabba síns, og eitthvað svona. En þau voru svo hissa að þarna var kominn maður sem talaði með valdi. Og það sem að Jesús gerði þarna, og hann var að segja, og allir vissu það, að hann var að segja að hann er ekki eins og þessi venjulegu rabbíar. Hann var að tala, hann talaði með sínu eigin valdi og það sagði fólkinu þarna að hann var að segja að hann var einhver hærra settur en aðrir. Og meira, hérna er vers úr Lúkasarguðspjalli. Hann kom til Nasaret, þar sem var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkvæmduna og stóð upp til að lesa. Var hún fengið bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni og fann staðinn þar sem ritað er Andi Drottins er yfir mér af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár Drottins. Síðan lukti hann aftur bókinni, fékk hann að þjóninum og settist niður, en augu allra í samkvæmdinni hvíldu á honum. Hann tók þá að tala til þeirra, í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrn niðar. Þarna var hann, kom með eitthvað ritningu í Gamla testamentinu, eitthvað spádóm, og hann segir, þessi ritning hefur ræst í áheyrn niðar. Hann er að segja að hann sé þessi sem andi Drottins er yfir. Þannig að við vitum þessar staðfestu heimildir eru mann sem er að líka sjálfum sig við Guð. Og eins og segir þarna, í næsta versi, Filippus segir við hann, Drottinn sýn þú okkur föðurinn, það nægir okkur. Jesús svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Jesús segir að hann sé faðirinn á himnum. Þannig að þessi kallana í Miðausturlöndum sem eru staðfestar heimildir til hann er að segja að hann sé, að sá sem sér hann hefur séð föðurinn. Hann er að segja að hann sé Guð. Og núna erum við komið þá með þessa stöðu að þessi kall er annarkvort bara brjálæðingur sem að segist vera Guð eða hann er bara ljúga því hann sé Guð eða þá hann er Guð. Það er bara þrennt í boði. Og skoðum áfram. Slepp þessu. Fleira hann kallar sig mannssoninn og þá er hann að vitna í Daniels bók. Hann talar oft sjálfan sig sem mannssoninn og hann segir, á stendur í Daniels bók, ég horfði á í nætur sínum og sá þá einhvern koma í skýjum himins áþekkan mannssinni. Hann kom til hins aldna og var leiddur fyrir hann. Hún var falið valdið, tignin og konungdæmið. Og allir menn, þjóðir og tungur skyldu lúta honum. Veldi hans er eilíft og líður aldrei undir lok. Á konungdæmi hans verður engin endir. Það er það sama sem hann gerir þetta. Hann er að segja, hann er Guð. Og svo er hann fleiri hlutir sem hann gerði. Hann læknaði lamaða, læknaði blinda, breytti vatni í vín, rak út illa anda, gekk á vatni. Og menn sögðu að hann hlyti að vera þjónn djöfulsins. En það er spurningin, er hann þjónn Guðs eða þjónn djöfulsins? Ég verða aðeins að fara hratt yfir sögu. Hérna er spádómur Jesú. Þetta er svolítið merkilegt að þetta er kafli í Jesaja sem var skrifað einhverjum hundruðum ára áður en Jesús kom. Og lesa hann bara yfir.
Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum opinberaðist armleikur drottins. Hann óx upp eins og viðateningur fyrir augliti drottins, eins og rótarkvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur ásýndum, né álitlegur svo oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitin og menn forðuðust hann. Harmkvæla maður og kunnugur þjáningum, líkur manni sem byrgja augu sín fyrir. Fyrirlitin og ver mátum hann einskis. Og svo heldur þetta áfram. Að merkilegt við þetta, þegar ég var undirbúið mig fyrir þessa predikun, þá var ég að horfa á heimildamynd svona þessi mál. Og þarna, það var maðurinn sem gerði heimildamyndina, hann prentaði út þennan kafla og fór með í vinnuna og endilega lesið hann kafla heima eða það ekki lesið hann. Hann fór með þetta í vinnuna og sagði, hvern haldið það sé að vera að tala um? Hann sagði ekkert að þetta væri úr Jesaja. Hann sagði bara, hvern haldið það sé að vera að tala um? Og það voru bara eiginlega allir sem föttu þetta Jesús. Og hann spurði hvaðan kemur þetta? Og flestir giskuðu á Nýja testamenti. En málið er að þetta er úr Gamla testamentinu. Það var skrifað löngu áður en Jesús fæddist. En þessi spádómur, hann er bara svo nákvæmur að bara hver maður getur séð að þarna verið að tala um Jesú. Og hann spurði gyðinga og sem hann greinilega föttuðu ekki sjálfur að þetta væri úr Gamla testamentinu, þó það sé trúarrið þeirra, en þeir sáu að það verið að tala um Jesú. Þannig að þetta er mjög merkilegt. Og fleiri spádómar um Jesú. Hann fæddist í Betlehem, þegar hann kom til Jerúsalem og Asna. Þetta er allt spádómar sem komu fram í Gamla testamentinu og svo kom Jesús og uppfyllti þessa spádóma. Hann var fæddur á mey, sárin á líkami Jesú, hann tala nákvæmlega um hvar sárin voru, áður en og með gegnumstungnar hendur og fætur og spádómurinn þegar hann var skrifaður þá krossfesting ekki einu sinni þekkt. Þetta er ótrúlega merkilegt. Og svo er lista af fleiri spádómum og sjáðu neðst að líkingur á uppfyllingu, það var eitthvað sem tók 48 spádóma úr Biblíunni, nákvæma spádóma, og þeir skoðuðu og bara eitthvað sem starffræðikallar sem voru að reikna út hver eru líkunar á að þetta geti gerst fyrir einn mann að uppfylla alla spádómana. Og þá er að tala um til dæmis það að þurfa að fæðast í Betlehem og svo stendur einhvers staðar að hann skyldi kallast Nasarei, sem þýðir það að þó hann fæddist í Betlehem og verður að fæðast þar, að þarf hann samt að kallast Nasarei eða einhver sem er frá Nasaret. Og hann ólst upp í Nasaret og þess vegna kallast hann Nasarei. Þannig að þetta er svakalega nákvæmir spádómar og það voru bara stjarnfræðilega líkur. Einn og einhver fullt af núllum fyrir aftan, einn á móti því voru líkunar á einhver myndi uppfylla alla þessa spádóma. Þetta er orðið nokkuð merkilegt að vera með sagnfræðilega staðfestar heimildir, áreiðanlegar heimildir frá sjónarvottum og sem eru réttar og það er samræmi í þessum frásögnum og af manni sem segist vera Guð, segist bara vera Guð og hann uppfyllir fullt af spádómum sem engin leið er að uppfylla, bara engin leið.